Við ætlum að opna hérna nýjan vef, formlega, sem kallast Skuggaþing. Það rökræðu vettvangur á netinu sem þeir hafa sett saman, Gunnar Grímsson og Róbert, sem eru báðir kunnir tölvumenn. Þú varst að fá verðlaun, var það ekki fyrir? Jú, við hérna settum upp nýjan vef fyrir hugmyndaráðuneytið fyrir mánuði síðan og unnum hérna verðlaun fyrir mest frumlegasta vefinn, íslensku vefverðlaun, fyrir helgi. Já, glæsilegt. Segðu mig, sko, hvað það sem að vakir fyrir ykkur með því að... Það sem við viljum kalla þetta að þetta pólitískur rökræðu vettvangur og okkur hefur fundist umræðan á netinu á Íslandi ofta tíðum vera svona frekar lágu plani, alveg sérstaklega eftir hrunið. Þannig að með Skuggaþinginu þá bjóðum við fólki upp á, svona milli þess að það að rífast, að setja inn rök með og móti sínu máli, til þess að rökstyðja sitt mál. Þannig ekki bara rífast, heldur að rökstyðja. Og það mjög auðvelt að, sem þú sett upp vefinn þannig, að það mjög auðvelt að setja inn rök og stunda röksenda færslu og til dæmis að fólk getur sett inn hvort þeim finnst rök gagnleg eða ógagnleg. Þannig að bestu rökin, að þau færa svona efst á listan. Það getur gefið þeim hálfpartri einhver. Já, hálfgerð einhver. Þannig að svona ruslrökin, þau færast neðst og bestu rökin færast efst. Þannig að við erum að nýta almenning til þess að koma þessu, svona finna saman bestu rökin í hinum þessum málum. Og síðan sækjum við á klukkutíma fresti allar upplýsingar af vef Alþingis og við mál og ræður og fólk getur til dæmis hort á ræður, það getur gefið stjörnugjöf og sett ræðuna síðan á Facebook. Alþingismannaræður. En þið takið fyrir mál, hvernig veljið þið mál sem eru tekin fyrir það? Já, sko, í grunninn erum við að taka þessi gögn frá Alþingi og það eru svona þau mál sem að kannski svona kjarninn í vefnum. Að fólk geti haft sína skoðun á þeim málum. En það líka hægt að setja inn bara mál sem að fólk vil sjálft sjá fara í umræðuna. Svo þið voru að tala ESB áðan að það ekki komin eitt frumvarp fyrir Alþingi ESB beint, sko. Og þarna væri þá hægt að taka það umræðu ef fólk vildi, sko. En hvernig ætlið þið að forðast það? Ég nú til dæmis með vef á netinu og stundum átti ég vandræði með þetta og ég bara farin að vera eyða út miskunnarlaust og búin að setja talsvölda IP-tölum í bann og svoleiðis. Maður verður að gera eitthvað svoleiðis. En hvernig ætlið þið að... Það annars vegar þetta með að treysta á notendurna, treysta á samfélagið, að fólk gefi einhvern vefjum, hvort eru gagnlegir eða ekki, og þá muni drastlið leka niður og gullkornin fljóta upp. Og hins vegar líka hægt að hreinlega bara tilkynna inn, þetta óviðeigandi, þessi rök óviðeigandi, og kerfið virkar þannig að þú færið raunverulega 3 sénsa og fjórða sénsi þá ertu bara lokaður út og útskúfaður af vefnum. Já, og við sendum, ef við sjáum inn eitthvað sem á ekki að vera þarna, þá sendum við, þá ítum bara 1 takka og þá sendist út viðvörunarbréf og þannig að fólk fær 3 sénsa til þess að koma svona en annars það bannað og IP-talan bönnuð allt saman. En þetta hugmyndir bara svo að koma á góðri, svona sólít rökræðu. Já, það það sem þetta snýst og það kannski ástæða til að undirstrika. Þetta ekki sko undirskriftasöfnun eða vefkönnun, þetta umræðu vettvangur í raun. Og það sem að kannski greinir frá þessum kommentum á bloggi og öðru slíku, að sko í staðinn fyrir að þar koma sko kommentin hvert á eftir öðru og fólk að rífast já, nei, já, nei, já, nei, með skítnum svo inn á milli sko, að það aðgreinum við þetta. Öðrum minn ertu með rök á móti, hinum minn ertu með rök með og þar við að ná miklu heilbrigðari debatt báðar hliðar málsins. Þetta ekki svona hefðbundið umræðusvæði? Þetta ekki svona eins og það sem fólk vant. Eigum við að sjá viðmóti hjá okkur? Já. Og þetta svona skuggaþing.is? Skuggaþing.is. Og þetta opið sem sagt? Þetta opið, algjörlega. Nú, hérna erum við komin með í loftið. Þetta við komin með í loftið. Þetta sem sagt forsíðan hérna sem þið sjáuð og þetta forsíðan byggir upp á svona nokkrum kubbum og hérna komin sérstakur kubbur fyrir IceSafe-málið, það sem bæði þetta að skoða lögin í þjóðaratkvæðagreiðsluna, fyrir IceSafe-lögin og IceSafe 2 hérna. Svo náttúrulega fleiri mál í gangi á Alþingi þó að það kannski ekki farið eins mikið fyrir þeim undanfarið. Og hérna þetta að sjá efstu málin og efstu mál eru aftur flokkuð af samfélaginu. Það að segja, hérna, fólk gefur þeim, að styðja, það á móti, það komið ákveðið mikið af rökum. Það til dæmis komið 3 rök hérna með og 3 rök einsegi og 2 umræður og 23 sem eru fylgjandi þessum hérna lögum. Þetta eru lögin? Þessi fyrirgefast ekki, já. Þetta eru lögin skipar rannsóknarnefndar aðdraganda ákvörðunar stuðning Íslands við innrásin í Írak. Já, það er sem að sko bara fékk hérna mestu athyglinna bara leiðu við opnuðum. Fólki finnst brennur mest af fólki greinilega, sko. Og svo hérna önnur mál hérna fyrir neðan og þjóðaratkvæðagreiðslunum IceSafe hérna í þriðja sæti, sko.
og síðan hérna sem sagt mjög góður hérna vídeo- eða myndskeiðastuðningur, þar að segja við náum í öll vídeóin frá Alþingi og klippum þau upp í einstaka ræður og birtum þau í þannig formi að þú getur skoðað sama hvaða tölvu þú ert með og þú getur farið á hverja ræðu fyrir sig og þar getur þú bara hreinlega ítt á hérna Facebook-takka og með 2 smellum þá ertu komið með þá ræðu inn á Facebookina þína. Og það sama gildir ef við kíkjum aðeins hérna á yfirleitt síðu hérna sem sagt ISAFE 2 lagana eða ríkisábyrgð á lántöku tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta. Maður þarf að draga andann djúpt á hann að byrja sko. Hérna, þetta svona hérna dæmigerð svona yfirleitt síða fyrir þingmál. Hérna sjást sem sagt að það eru hægt að sjá hérna 3 ræður, svo hægt að skrolla og skoða allar ræðurnar. Og hérna sjást hérna beint fyrir neðan rökin, bæði bestu rök með já, bestu rök með nei og að smetla á 1 takka, setja inn rök með já, setja inn rök með nei og þú skrifar rökin, vítur OK og þín skoðun komin framfæri. Þetta bara flott. Þetta mjög áhugavert. Hérna, en þetta er mikið vinna og verður mikið, eins og segir, mikið utanumhald í þessu. Já, þetta það og við erum búin að vinna í þessu í rauninni sko síðan í nóvember 2008. Þetta var svona bara hérna svona okkar leið til þess að takast á við örvæntinguna og allar þessar tilfinningar sem að segja hrunið olli að reyna að gera eitthvað svona. Þetta er að mestu leyti búið að vera gert í sjálfboðavinnu allan tíman. Þannig að en þeir eru náttúrulega báðir flinki tölvumenn og hundvanir og allt það. Eitthvað komið að þessu. En það er kannski rétt að undirstrika eitt að sko þetta verður ekki að neinu nema fólk taki þátt. Þetta byggir á samfélaginu. Þannig að hvetja alla sem að horfa á þetta að fara inn á skuggaþing.is, skrá sig inn, skoða þetta og fólk hafa allir skoðun á þessum málum sem að, sko, eru í gangi. Og taka þátt og reyna að fá gott líf í þetta. Skulum vona að það verði barn og brók. Þakka ykkur að komið þátt Gunnar og Róbert, þetta er búið í dag. Takk fyrir.